Já, sælaný, það komið að lokahnykki þessa þáttar. Það spjall okkar bræðra, Gunnar Smári. Já, við höfum annarlega að tala um pólitík. Þá er þingið í gangi og alls konar pólitíksmál. Það er eiginlega engin pólitíksmál nema þetta. Og svo náttúrulega Inga Sæland ætlar að láta skólana gefa einkunnir í tölustöðum. Já, fyrir okkur sem stöndum út, það bara ómúlegt að skilja. Þá deilu. Já, þegar maður búin að sjá hvernig tölum raðað upp, það bara alveg eins og bókstöðum áður. Já, já. Þannig að ég get ekki séð Nei, ég hef oft talað það hérna að umræðin hafi snúist út í þetta. Hvort þessi gefið einhvernir í tölustöðum og bókstöðum eða litum eða hvað sem fólk getur þetta í hug. Það er alveg rosalega skrítin leið í umræðinni. Halda það breytir nokkur sköpuð hlut. Já, ég talaði við Magnús Þór Jónsson hérna í þætti hérna, formann Kennarasambandsins, og það svo mörg mál sem að eru svona óleyst og þurfa umræðu og fara í og annað, sko. Bara skortur á námsgögnum, sko, til dæmi, sko. Og þá bara hverfur það vandamál í þessa umræðu sem að hvort að út í brúnufötum eða bláum eða eitthvað. Þetta er mjög skrítið. Þetta er náttúrulega blandaðist inn í þessa umræðu sem að mogginu verið svolítið duglegur að halda á lofti. Og mér finnst Ríkisútvarpið svolítið hafa elt. Það hafa verið með svona þáttarraðir svona gagnrýni á menntakerfið. En það margt að, sko. Já, margt sem þarf að gera það. Það bara eins og Magnús sagði einu bekk sko tölu 13 tungumál. Já, já. Og þetta sem námsgögnin, ég man ekki hvernig, ég held að það sé meitt 7. því sem að finna reyða í námsgögn. Eða reiknað með svona, tekið tilliti til stærðar menntakerfisins. Þannig að við erum, og ég held að vitið allir að það þarf að gera eitthvað stór átak í að auka svona orðaforða og lesskilning hjá yngstu krökkunum, því að það ekki staðið nógu vel að því og kannski ef að þú ert ekki studdur ef þú mætir í skólan með svona takmarkaðan svona skilning á fá hugtök og orð, að þá kannski þú ert orðið 9 ára, að þá eiginlega ekki þetta að laga það, sko. Þannig það elta þig alla skólagönguna. Já, svo eins og segja, svo líka fólk svo kemur, sko, til dæmis frá arabískum löndum, það sem annað, sko, önnur skrift, annars stafróf, allt öðruvísi. Allt í viðmúndi skólanum öðruvísi. Og þetta alveg hreint, sko, þannig að því að þetta fólk getur verið okkur mjög dýrmætt, sko. Úkraína með annað stafróf. Úkraína með annað stafróf. Já. Það eru miklu meiri stærri fjöldi. Mikið rétt. Já. Og þetta eitthvað sem að ég bara vandamál í bekkjum með skólum, bara núna. En þá snúum við okkur á þessu, sko. Hefur þú okkur sans fyrir því hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan mun fara? Nei, ekki ég frekar næri. Þetta virðist alveg hnífjamt. Já, ég sé þessu könnunum hingað til. Já, við höfum ekki annað til að stíðast við, náttúrulega. Þannig að á eftir að koma fram svona einhver sveifla, en svona í glímunni, hvort við þeir jáarar eða neyjarar hafa yfirundina. Í gríninu? Í deilunni. Já, í deilunni, já. Bæði og bara það misjant, sko. Glímunni, sagði ég. Ég sagði glímunni. Já, glímunni, já. Já, sko, mér finnst það bara svona, eftir bara hver heldur á pennanum, sko. Mér finnst til dæmis Össur skemmtilegur, sko. Gaman að lesa hann. Og ég finn eitthvað svona léttan á móti hinum með, svona, sem svona, getur nálgast þetta með smá svona glettni. Þá þess að vera, sko, með ykkur hrakirði, sko. Nei, ég veit ekki hvað sko, mér finnst moggin alveg gjörsamlega yfir keira, sko. Ég áskrifandi, svona rafaáskrift af móðgónum og ég les ekki heila opnu eða eina síðu opnu á dag eftir Andrés Magnússon til dæmis. Og ég held að fáir geri það. Það bara þeir sem eru, sko, honum sammála, já, Andrés alltaf góður á hans að lesa það kannski. Þetta of mikið. Ég man eftir því þegar við vorum á Fréttablaðinu og vorum að berjast þegar voru fjölmiðlalögin.
ég var fréttastjóri, ég var alltaf að segja, við megum ekki bara, sko, við megum ekki yfirkýra okkur, aldrei og mikið. En þarna virðist engin mörk vera, sko. Ekki nokkur. Og það, gerir þeirra málstað ekki gagn, held ég. En hefur moggin einhver svona áhrif í samfélaginu? Nei, ekki nema bara svona í sitt eigi klapplið. Já. Ekkert áhrif, það er ekkert, sko, breytir ekki neinu eða fær eitthvað til að skipta skoðun eða. Gauti Bjarkesson sem hefur nú tekið þátt í umræðinni. Já, mjög stambestur. Hann sagði að það hefði liðið vika þannig að hann fréttið að það hefði verið staksteinar að hrakyrðan. Já. Þannig að enginn sem hann hafði hitt hafði orð á því og ég hef svo lent í þessu líka. Já. Að maður fréttir bara 50 seinna að það voru staksteinar sem voru að segja hvað maður verið mikið lasni. Já. En enginn af þeim sem að maður hitti í lífinu höfðu lesið það, sko. Nei. Það er svolítið öðruvísi heldur en kannski fyrir 30 árum. Já, heldur betur. Það sem allir hefðu vitað það. Ég sagði stjórnmálamaður sem að ég ætla ekki að nafngreina, voru mér sem að tala saman. Og þá sagði þessi stjórnmálamaður, út af þessu mun ég vera tekið fyrir staksteinum. Sér reyndi svo rétt. Og ég sagði, hvað með það? Nei, það vil engi fara ákvæmst. Þetta er bara dagblað, menn þetta er frádaginn eftir, einhver staksteinar, sko. Já, nei, þá var þetta, sko, þetta er náttúrulega, sko, þetta var þingmaður Sjálfstæðisflokksins, þótti þetta graf alvarlegt mál að vera tekið fyrir staksteinum, þetta er náttúrulega langt síðan, en ég held að enginn hugsi þannig í dag. En ef við notum það sem svona fyrirbrigði að vera tekinn fyrir staksteinum sem er að verða í sigtinu hjá Valhöll og svona innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins. Þá er svolítið munur á því fólk sem lendir í því. Já. Og þeir sem að gera það ekki. Það er munur á svona pólitískri stöðu Jóhannu Sigurðardóttur eða Kristrúnu Frostadóttur. Þú séð ekki margar staksteina Kristrúnu Frostadóttur, en Jóhanna var þar bara upp á hvern dag, sko. Já. Þetta bara ekki út auka staksteina til þess að koma öllum þeim skömmum sem þau vilja hella yfir hana. Já, oft verið velvakant það náttúrulega líka. Já, og svo sjáum við núna til dæmis að Sólveig Anna var þar fastagestur, en hún hefur ekkert verið þar frá því að hún byrjar að taka upp svona mál sem að moggin er sammála. Nei. Þannig að Kristrún er nú ekkert að því. Nei, en það er samt... ég veit, þetta er annað tíðarandi. Já, bara hún er ekki nógu langt frá Valhöll til þess að þeir telja að vera skyldu sín að senda fallbyssukúlur á hana. Já. Ég held að það sé málið. Það er náttúrulega ekki blóðu barátta bak við tjöldin milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks fórustun í íslensku stjórnmál. Já, en staksteinar hegða sér öðruvísi gagnvart Samfylkingu Kristrúnar Frostadóttur heldur en Samfylkingu Jóhannu Sigurðardóttur. Kannski metaður að Samfylking Kristrúnar Frostadóttur getur orðið samstarfsflokkur í framtíðinni, en Samfylking Jóhannu Sigurðardóttur er það ekki, eitthvað svoleiðis. Já, ekki talið. Þannig að það er mjög mikill munur á því að það er ekki hver sem að dettur inn í þessa hakkavél, sko. Nei. Og það sem að þingmaðurinn var að vísa í að ég myndi ekki andmæla því, ég myndi segja að það er alvarlegt að lenda í því að vera í þessari hakkavél. Já, ég held að sko þarna hafi sko staksteina verið sko þá aðalega eins og Dagur B. til dæmis, hann er búin að vera í þessari hakkavél í áratugi eða? Já. Og ég held að hafi haft bara töluvert áhrif á svona pólitíska stöðu hans og möguleika hans á að... Hann sko Dagur þurfti að glíma við hans í mikið, sko. Sem borgarstjóri þá var svona unni skipulega gegn honum persónulega. Já. Það er það sem er að lendi í staksteinum, það er að vera að segja þú sem algjör bjáni. Þetta er mikið meira, þetta var sko fyrir utan sko allt, það var bara þannig voru menn sem bara hreinlega sko lögðu, ég veit ekki mikið að segja hatur, en fyrirlítan allavega. Já, og smitaðist inn til Kristrúnar sem að talaði ekki að Dagur myndi ekki. Hún hefur metið það þannig að fá eitthvað sem er í hakkavélinni, að það sé ekki gott fyrir Samfylkinguna. Þannig að hún verði að halda en svo er hann bara upplöðast í þingmaður. Já, en þetta kemur ennþá inn í það að það hefur áhrif að lendi í þessari hakkavél. Af því að þetta er bara...
Þetta bara sýnir að þú ert á einhverjum hittlista á Instakjarna Valhallar og þú getur fengið á þau auglýsingar. Ólafur Ragnar var í þessum í Staksteinum, í Hakkavélinni. Þar voru menn sem að keyptu auglýsingar þegar hann var fyrst í forsetakosningunum. Já, bara heilsið auglýsingar til að vara þjóðina við honum. Það var stórhættulegu maður. Núna hann, þú sér ekki í Staksteina í dag sem að hallmæla Ólafur Ragnari. Ekki möguleiki. Ekki möguleiki. En las ég eitthvað staðar núna í þessum skrefum að Sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn Ólafs Ragnars Grímssonar. Þannig að hann komin inn í bara dúninn, sko. Já. Hann í þessu Áfram Ísland að þá hann upp á sviðinu að ræða við gesti og halda aðalræðuna. Já. Hann leiðtogi hægri manna í ES-málum. Já. Það það. Já. Þú nefndir Össur, hann verið skemmtilegur. Ég var ekki Össur sem bent á þetta, að það var alveg ljóst hver væri leiðtogi Neyjara, þessi var Ólafur Ragnar. En það var eftir að koma í ljós hver væri leiðtogi Jáara. Þannig að því að þeir nú miklir vinir, Ólafur Ragnar og Össur, að þá sagði Össur í einni greininni vinur sá til sem hann segir, hann svona, því hann var búinn að setja svolítið út á sín gamla vin, og Kaldi þið þurfa að segja þetta í lokin. Já, einmitt svona til að segja, ég er ennþá vinuðinn. Beðið þafsökunar fyrirfram. Já. Þetta kannski spennandi að horfa á þessu kosningar hvert umurlegt vægi Morgunblaðsins, hvort þetta skili. Já, en þetta við erum að tala núna, eru eiginlega stjórnmálamenn okkar tíma, svona, við erum að tala svona 20, 30, 40 ár tilbaka þegar við vorum bara ungir blaðamenn og þetta með svolítið svona sérstaklega Ólafs Ragnars hreyfingin að það myndirna sem birtast þá voru sítjaðir alveg í rönnum hana ellismellinir en þú varst að tala fólk á og það svolítið öðruvísi þegar við Þau voru á því að það væri ekki. Ég spurði þau hvort það væri það fólk sem væri að horfa og hlusta á okkur hvort að það upplifði það að væri öðruvísi umræða meðal unga fólksins en gamla fólksins. Og þau sögðu nei, unga fólkið. Svo það væri í svona meginatriðum það sama. Þetta get ég alveg að voru eiginlega sömu rökin lagði á borðið eins og í umræðum kynslóðar Ólafs Ragnars. Já, ég hlustaði á geta hluta þessu hjá þér áðan, það Þau voru á því að voru eiginlega andmæla því að ætti að líta á þetta sem svona kynslóðamál, svona sumuleyti. En að sumuleyti þá svo... Jú, það var nú eitthvað hún hægri sinnaða stelpan eða stelpan, ég var ekki nafna á henni. Hún var reyndar hægri sinnaðri stelpan. Já, mér fannst það svo. Hún í miðflokknum. En ég held að Þórhildur sé ekki í einu flokki. Þórhildur, hún var að taka dæmi af til þess að með Brexit, að unga fólkið, það sem fekk ekki möguleika að hafa áhrif á málið, en allir vissu að það var þeirra framtíð sem var undir, og svipa núna. Að þetta náttúrulega þeirra framtíð. Þeir sem réðu úrslitunum í Brexit eru dánir. En maður vill svona vera svolítið miskunnarlaus. Og þar reyndar, ég held að sé bara 30% Breta sem eru ánægðir með Brexit í dag. Já. Ég sagði fyrir þættinum að þegar við spila golf þá aldrei talað þetta. Eftir Brexit þá voru við út á Spáni að spila golf og þá voru Bretar að spila með okkur. Og þeir spyrja hvað starfið og ég sagði þeirra blaðamál og þá bara Brexit alveg og þá sagði, sá sem talaði meira, hann sagði að svona minn í háskóla og ég marg talaði hann, þið verðið að kjósa, það þýðir ekki annað, þið verðið að kjósa. Já. Svo sagði hann að bæði foreldrar síni og tengdaforeldrar, þeir ætluðu kjósa Brexit bara út og að við viljum fá gamla Bretland aftur eða gamla England aftur og hvað djöfulinn viljið kólanámundar, hvað viljið þið, hvað þetta gamla? Nei, við viljum bara þetta gamla aftur. Svo eftir kosningarnar, þá ringir hann í son sinn, já, hvernig gekk það? Heyrðu, þá var bara eitthvað bara partí, einhver hátíð og þau bara sváðu af sér maður, unga fólkið.
En gömlu sem vildi fá sko, þetta gamla aftur, það hafði kosið. Eins og Stefán Einar og fleiri sem að sváðu af sér kosninguna formann Sjálfstæðisflokksins. Já, allir það ekki. Já, það var þannig. Var það þannig? Þau komu á seint. Já, annars er alltaf Arna Sigrað. Já, mögulega. Það munið þess að fáum alltaf. Já, það er munað. Stefán Einar kannski aldrei meira en þá. Já, þannig við skulum hvetja fólk til þess að fara hægt gleðina dyr á föstudagskvöldið fyrir kjördaginn eða vill hafa áhrif á hvort það verið sótt eða ekki. Það gæti munað svo litlu, já. Já, sko, maður gæti sagt það eins og staðan er núna, en ég hef einhvern veginn tilfinninguna að verði eitthvað sveifla í umræðinni, svona á síðustu vikum. Já. Og hún getur verið alls konar. Þegar ég hlustaði á, eða horfði á Sigmund Davíð í Silfrinu, að þá hugsaði ég, það er bara líkur á því að svona menn eins og hann eigi eftir að hrekja fólk yfir í jáið. Ég skrifaði smá pistil þeir sem eru á ystu mörkunum, að ég myndi ráðleggja öllum að svona aðeins að dempa sig. Þetta er ekki að segjum eins og Sigmundur Davíð sjáið að það eru 0,5% fleiri sem ætla að segja nei núna en í síðustu könnun, þannig við þurfum bara að keyra áfram strákar. Ég held að það geti orðið svona flokkið tilbaka. Ég sé sko fórustummaður sem fæli frá sér fylgi. Hann er að því með þessu. Já, og miðflokkurinn hefur yfirleitt staðið sér miklu betur í könnunum kannski 3 vikum fyrir kosningar heldur en það fengið. Því það er eitthvað við... En hvað er Snorri? Hann er á móti EES, sko. Þannig hann hefur kannski verið látin geimdur einhvers þar. Akkur? Ég veit ekki. Hann er mikið mælskari heldur en Sigmundur. Já, en hann er nú eitthvað að dreifa eitthvað. Hann poppar stundum upp í samfélagsmiðlum með mér. Ég hlust ekki á það allt saman. Það er alltaf voru náttúrulega formið flokkana og bara það þegar að Þorgerður Katrín er að tala og Sigmundur talar ofan í hana og forsætisráðherra að segja leyfðu konuna að tala. Bara, svona athugasemd, þetta er eitthvað sem fólk mann eftir, sko. Leyfðu konuna að tala, en stjórnandi þáttarins, hann var ekki nógu góður, hann átti bara að stoppa hann. Hvað gerur við svona mann sem bara grípur fram í, þú getur sagt hann að þegja, en hann þegir ekkert, sko. Nei, ég að því að nú að vera skipt svona mann með Sprengisendi sem var nú uppalega minn þáttur sem ég spyrjaði með, að ég bara sagði bara, viltu gjöra svo vel, og það er bara, þú verður að gera það, þú verður að leyfa fólki, það er ekki hægt að segja ykkur að skoðu sína með eitthvað gjammandi kall alltaf hliðin á sér, sko. Það er bara, konundar máttu ekki segja halva setningu, þá var hann byrjaður. Já. En það er svo mikið stílist. Ég er að taka þetta sem dæmi, að það eftir að koma fram, að því nú eru 2 vikur eftir, og þá fer svona meiri afl í þetta, líka eftir að koma í ljós hvort að verði keyrðar auglýsingar sem að hafa haft mikil áhrif á kosningar, til dæmis er ekki bara best að kjósa Framsókn, þá hafðu auglýsingar meiri áhrif heldur allir umræðu þetta. Þannig að það á eftir að koma í ljós, það er líka eftir að koma í ljós svona hvort það sé kastað inn, kannski er þetta að kosti 50 milljarða að ganga í ESB, síðan það vera að dreifa því svona víða, þannig að það getur verið eitthvað slík auglýsingaherferð sem að til dæmis Brexit talið hafa unnist á að við fengjum, ég man ekki hver upp eða 100 milljónir punda meira í heilbrigðiskerfið ef við göngum út, sem hafði mikil áhrif. Þannig það er minnst eftir að koma í ljós, sko, hvað svona sveifla verður. Og en maður myndi ætla að sveiflan verður meðal þeirra sem eru óákveðnir. Og það er öðruvísi umræða sem hefur áhrif á þeirra afstöðu, heldur en kannski þeir sem eru sko einarðir báðum megin. Þannig að maður á eftir að sjá erindið frá báðum hreyfingunum til þeirra sem eru kannski. Því að ég heyri eiginlega bara neggið, sko. En svo er náttúrulega sumir bara, sumir sem eru afgerandi í afstöðu sinni með já eða nei, sumir eru málefnalegir og eru að leggja fram mál sem eru raunverulegt umræðefni. Já, bara mjög, sumar greinar sem eru skrifaðar eru bara mjög góðar. Og aðrar eru ekki. Nei, en það er ekki, góðu greinarnar dreifast ekkert endilega meira heldur en inn á vondu, sko. Þannig er nú. Já, og líka í sikkurn hópin, sko, eitthvað þannig, sko. Við höfum haft það hérna, við tökum svona einn í einu í miðri viku. Við höfum svona debatt hérna í Sonum Egils og Vikuskamti, en við Rauðaborðið höfum við bara talað við einn í einu.
Þannig að fólk fái svona bara góðan tíma til þess að rökstyðja sína afstöðu. Ég hef svona haft á tilfellinu. Og hverjir eru þeir? Ég talaði við Gauta Bjeggesson og Ögmund og Sólveig Anna kemur á morgun. Já, ég sé þú allar ekki að fara að taka fórustu með flokkana. Nei, þau eiginlega ekkert sérstaklega. En svo líka aðri fjölmiðlar það var til dæmis mjög langt viðtal við Þorgerði Katrínu sem að mér var svona svolítið sérstakt. Vísi. Já, sem að var Ísland í dag. Já. Það verður eitthvað slagar upp í viðtölun okkar, þá eftir í klukkutími. Mér finnst það svona skringileg spenna á milli Spyrilsins og hennar. Þannig að það var eitthvað, veit ekki hvort það var gott. Nei. Ég hef búin að sjá hluta því, ekki allt. Ég er hættur að bjóða Sigmundi Davíð, hann bara svaraði mér aldrei. Nei. Ekki gert það í mörg ár. Ég hef búin að pröfa líka. Hann er eiginlega inn í stjórnmálamæðinu sem er ekki komið hingað fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur. Kannski eftir að fá hana hérna. Katrín Jakobsdóttir, hún er ekki komið hingað? Nei, hún er aldrei komið. Hvað er þessu? Við ættum kannski að bjóða henni. Það er líka hægt að taka svona eldri stjórnmálamenn. Þetta er fínt umræðefni fyrir þau, af því að þegar þú ert svona hættur að þá ert ekki, þú ert ekki háður, sko, þú ert ekki að tala fyrir hönd neins nema sjálfsins. Þannig að við ættum kannski að pröfa það að taka. Já, Stingur mig Jóði búin að tjá sig? Já, kom engum óvart hvað hann sagði. Ég var með Ögmund hérna og með fast að þá spurði ég hann eins og ég væri jámaður og það ég gerir það, sko. Svo tala ég við Gauta, þá spyr ég eins og neymaður. Þorsteinn Pálsson hefur ágættur í sömurræðu. Jón Baldvin. Jón Baldvin, ég bauð honum að hann vildi ekki koma og sendi frá sér svona yfirlýsingu af því að ég held að hann hefði fengið svona næstu áfall þegar hann heyrði viðbröðun af því þegar hann settist þarna á fremsta bekk. Sem ég þátti svo flott hjá hann, sko. En hann segir bara þetta var ekki stuðningur við neyið. Og svo skrifaði hann einhver pistil á Facebook þar sem hann raunverulega að segja hann ætlaði að segja já. Já. Þó hann hefði settið þarna. Hann var í Sprengisandi í morgun. En við tókum við gætum eiginlega bara endurspila það. Ég tók viðtalið hann með ESB fyrir svona bara 9 mánuðum með eitthvað. Það sem hann var með svona, við ættum ekki að sækja ekki að ganga inn í brennandi hús. Og þá hann að segja að þetta sé ekki, við ættum að bíða og taka þetta mál upp seinna. Síðan náttúrulega liðin einhver tími, þannig að kannski hann þeirra skoðunar þetta sé góðu tími, en það getur líka verið þannig að þú segir sem svo ég hefði ekki kosið að þetta mál sett á dagskrá, en úr því að komið á dagskrá þá ætla ég að segja já, það alveg sólítasta. Þannig það er margt í þessu. Unga fólki allavega var ekki að kvarta yfir þáttöku eldra fólksins, það var ekki þannig. Nei, en samt eru fyrstu bekkirnir alveg ótrúlega flottir, sko. Það ég er yngstur að niður settist. Já. En það náttúrulega, þau sögðu að unga fólkið að þau myndu vilja taka eldra fólkið sér til fyrirmyndar að mæta á svona fundi. Vandamáli það að unga fólkið mæti bara ekki. Nei. Og það á sín samskipti bara með öðrum hætti. En ég er náttúrulega ekki sérlega duglegur að mæta svona. En ég myndi mæla með því ef ykkur sem áhuga á pólitík að mæta svona fundi. Það er allt annað eins og það er miklu skemmtilega að fara í bíó og horfa á bíómyndina með öðrum heldur en að setja einn heima í tölvunni. En það skal segja þér, sko, fyrir utan fundi svona pólitíska fundi ég fara á sem blaðamaður, þá var aðeins 2 sem ég mætti á. Og sá fyrri var með Vilmundi Gylfasyni, sem var alveg stórkostlegur fundur, og svo stóran fundi í Háskólabíói sem var öllum flokkum og hann var mjög eftirminnilegur. Þannig að þetta getur verið gaman. Já, margir sem fóru á magnaða fundi í búsaldabildingunni. Já, útifundi allavega. Já, í Háskólabíói. Já, ég voru nokkar þar. Og Háskólabíói. Herðu, en við skulum segja þetta gott í dag. Við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið og haldið upp í líflegri umræðu og við þökkum Pétri kærlega fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þökkum við mest eins og vanalega sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum og ég minni á að það má nálgast efnið okkar
víða og ef þér finnst það áhugavert þá eftir að segja vinum og vandamönnum frá því að þá má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 90,1, eða ekki? 89,1. Já. Ég svo langt sinni farið með þessa ræðu. Já, ég þurfti að hugsa þetta líka. Og það líka að maður veit ekkert á hvaða stöð það því að í flestu bílum þannig, þú heldur bara áfram að fara nafn á stöðinni, þannig að þú veist ekkert hvað þú sett 89,1. Og svo líka spílarinn.is. Já, svo má hlusta útvarpsendingar á spílarann, af því að útvarpsendingar þá ná upp í Sunnaverð Snæfellsnes og upp í Borgarfjörðu, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanestá, en þar fyrir utan má hlusta á útvarpið okkar á spílaranum. Svo erum við í sjónvarpinu hjá þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtækið Símann, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Við erum líka í kapalkerfum hérna suður með sjó sem víða. Já, þannig að ef þú vilt hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið þá endilega segðu vinum og vandamönnum frá hvar má finna efni okkar, þá finnum fólk það og smátt hleðst upp í hlustendahópinn. Hann stækkar alltaf. En það sem heldur samstöðinni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gesta áskrifandur. Það fólk sem að veit það að það ekki hægt að halda úti svona umræðu vettvangi og fjölmiðli nema með stuðningi almennings. Við gerum það ekki með því að finna eitthvað ríkan kall til þess að halda þess úti eða stóla og auglýsingar. Þannig ef að fólk vil hafa fjölmiðil sem að byggir á svona almanna hagsmunum, að þá þarf fólk að leggja eitthvað til eða þeir sem að hafa ráð á því og það var margir gert. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það hnappur sem stendur á áskrift, þar getur þú skráði fyrir 2.750 krónum sem grunnáskriftin og mér sagt að það sé hlægilega lágt verð með við það efni sem við búum hérna til og mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er einmitt Alþýðufélagið sem áur eitthvað samstöðuna. En við segjum þetta gott í bili, verðum hérna næst með útsendingu á nýju efni annað kvöld klukkan 8, þá rauðaborðið með eitthvað áhugavert efni. En njótið þess sem eftir að helginni og takk fyrir okkur í bili.